Já. Það heyrist sko. Já. Já, ég heyri bara ekki í mér, fyrirgefið. Komið sæl og blessuð og velkomin til Guðsþjónustu hér í kvöld og mikið var gaman að byrja á þessu lagi. Þetta alíslenskt lag, er það ekki? Bæði, hver samdi þetta lag eftir? Gunnar Þórðarsson. Já, Gunnar Þórðarsson og textin svo eftir, er það ekki svo sem gerði Benjamin Dúfu? Friðrik Erlingsson. Friðrik Erlingsson, akkurat. Þetta svo fallegt lag og við eigum að taka þennan boðskap til okkar að okkur ætlað að vera ljós í heiminum, öðrum að lýsa. Og það það sem við ætlum að fjalla aðeins í messunni í kvöld og ég býð fermingarbörnin sérstaklega velkomin, þau voru hvött til að koma í kvöld. En við skulum hefja þessa stund eins og allar stundir í kirkjum landsins á því að signa okkur að segja í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Svo förum við með upphafsbæn. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og lífverðni. Hann heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Og við hvetjum ykkur til að syngja vel með, sérstaklega fermingarbörnin. Þið eru búin að syngja í vetur og í Vatnaskógi og í haustnámskeiðinu. Þessi lög sem að messan samanstendur af í kvöld að mestu leyti og þetta lag sem við syngjum næst alltaf sungið rétt fyrir ferminguna því að það passa svo vel síðasta erindið. Já, þinn vil ég vera, víja þér mitt hjarta, láta ljós þitt bjarta, leiða blessa mig. Og þá næst komið að miskunnarbæninni, en sagan á bak við hana að blindi maðurinn kallaði þetta til Jesú, drottinn, miskunna þú mér, og Kristur heyrði það og kom til hans, og síðan hafa kristnir menn haft þessa bæn blindingjans sem hluti af sínu kirkjulegu hefð lengi, og nú förum við með hana og segjum, drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Og svo förum við næst með og rísum úr sætum og við segjum það sama og englarnir sögðu á Betlehems völlum. Ég aðeins að útskýra meira þannig að fermingarbörnin skilji hvað við erum að gera hérna. Dýrð sé Guði í upphæðum
og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnunum. Og við stöndum áfram og syngjum dýrðasönginn. Þá les ég, þið með fóku sæti fyrir gefið því. En þá les ég orð úr Gamla testamentinu sem eru svona. Hjá þér uppspretta lífsins, í þínu ljósi sjáum við ljós. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Og svo les ég næst úr Rómverjabréfinu, en þar segir: hver mun gera okkur viðskila við kærleika Krists? Ég þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Prísið þig, Drottinn. Og þá bið ég ykkur á nýjan leik sem auðvelt með að rísa á sætum við heyrum heilagt Guðspjall. Og ég lesa þessu sinni úr fjallræðu Krists og Mattheusar Guðspjalli, en þar segir Kristur: Þið hafið heyrt að sagt var, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn. En ég segi ykkur, rísið ekki gegn þeim sem gerir ykkur mein. Nei, slá einhver þig á hægri kinn, þá bjóð honum einni himna.
Og vilji einhver þreyta lög við þig og hafa af þér kyrtil þinn, þá gefa honum eftir yfirhöfnina líka. Og neyði einhver þig með sér 1 mílu, þá far með honum 2. Gef þeim sem biður þig og snú ekki baki við þeim sem vill fá lán hjá þér. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi yður, elskið óvini yðar og biðjið fyrir þeim sem ofsækja yður. Þannig sýni þér að þér eru börn föður yðar á himnum sem lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þótt þér elskið þá sem yður elska, hver laun eigið þér fyrir það? Gera ekki tollheimtu menn hið sama? Og hvað er það, þótt þér heilsi bræðrum yðar og systrum einum? Það gera jafnvel heiðnir menn. Verið fullkomin eins og faðir yðar á himneskur er fullkomin. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Og við stöndum áfram og játum okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn er af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Eigum við ekki að rifja þetta aðeins upp, Óskar? Ekki? Svo allir séu nú með á nótunum. Þetta var svona. Halleluja, 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 halleluja. Ætla að syngja með. Og halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Snillingar, á hverjum morgni fæðist dagur nýr, sem deyr að kvöldi þegar birtan flýr. Hvert árið sem líður, hvert andartak, að lífið er gjöf til mín. Og tíminn tifar líkt og klukkan slær, á morgun heitir þessi stund í gær. Kenndu mér að meta dagana, því lífið er gjöfin þín. Halleluja, 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 halleluja. Þú kveikti brosi, fannst þér fuglana, eldina, tómið og ástina. Af einlægni hjartans ég þakka þér, því lífið er gjöfin þín. Halleluja, 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 halleluja.
Já, í kvöld þá langar mig aðeins að tala það sem stundum sagt að sé köllun kristins manns. Og þegar ég að tala sérstaklega til líka fermingarbarnanna, þá reyni ég að hafa þetta nú ekkert of flókið. En það sem ég langar, ef það er eitthvað sem ég vil að þið, kæru fermingarbörn, munið eftir þessa ræðu, þá það ég skipti máli, og þið getið sagt það og hugsað þegar lappið út, já, ég skipti máli og ég hef hlutverk til að færa eitthvað gott fram. Og þetta er ein af grunnkenningum í kristinni trú, að hvert einasta mannsbarn skiptir máli. Og við höfum öll hlutverk og það sem aðalhlutverk það að færa fram hið góða. Eða stundum er sagt að vera farvegur lífs, að láta eitthvað gott gerast í kringum okkur. Og sem betur fer, þá höfum við ekki öll sama hlutverk eða sömu köllun. Og það er stundum sagt að kirkjan, eða þeir sem tilheyra trúnni og fylgja Guði, kristinni trú, að þau eru eins og einn líkami. Og höfuðið er Kristur, en svo höfum við ólík hlutverk eftir því bara eins og í líkamanum. Og það stendur einnig stað í Biblíunni að það er eiginlega bara eins gott að sé þannig. Það væri til dæmis ekki gott að líkami væri bara augu. Það væri þá bara svona hrúga af augum sem geti séð voða vel, en þú kæmist ekki langt. Eða þú væri eitt líkami væri bara fætur. Þeir myndu bara hlaupa en vissi ekkert hvert að þeir sæi ekki neitt. Getum haldið svona áfram, en við getum líka bara að skoða þetta hérna í kirkjunni til dæmis, í Lindakirkju þá hafa ólíkir einstaklingar ólík hlutverk. Og það er mjög gott að þeir bara reyna að einbeita sér sem mest af sínum hlutverkum. Ég er til dæmis rosalega fegin að ég þarf aldrei að setjast við píanóið. Það væri ekki skemmtileg stund ef ég væri í píanóinu. Það er samt betra að Óskar myndi standa sig betur að predika heldur en ég að spila. En eins væri heldur ekkert sérstaklega gott ef að Óskar myndi fara á elda í staðinn fyrir Ágústu. Allavega ekki fyrir 100 manns. En það að því okkur er gefið einhver hæfileikar og það er stundum bara gott að reyna að finna hvar er ég góður í? Hvaða gjafir gaf Guð mér? Og ég segi stundum sögu af því þegar dýrin í skóginum hittust og ákváðu að stofna skóla. Þau komu öll saman og sagði nú skulum við stofna skóla, það er ekki gott að fuglinn kunni bara fljúga, hann þarf líka að kunna það sem kanínan getur, að grafa bein. Og íkallinn sagði já, hann þarf líka að kunna að hlaupa upp tré. Og svo voru þeir að ræða þetta hver og einn ætti að kunna og þau ákveða að búi til námskrá og það þyrfti að kunna synda, það þyrfti að kunna að fljúga og það þyrfti að kunna grafa bein og það þyrfti að kunna hlaupa upp tré. Og svo byrjuðu þau í náminu og íkorninn, hann fékk það hlutverk að byrja á því að hann átti að fljúga. Og hann fór upp á efstu grein og svo bara gerði hann sér besta þegar hann stökk á greininu og flaug, en það fór ekki vel. Hann svona hafði aðeins fallið með því að gera svona, en hann handleggsbrotnaði. Og gat því ekki sinnt náminu mjög vel eftir það. Og fuglinn tók vængina sína og byrjaði að reyna að grafa og hægt og rólega þá trosnuðu fjæðrirnar og brjóskið í vængjónum og hann fékk ekkert sérstaklega góða einkunn fyrir að gera nákvæmlega það sem kanínan var að kenna honum að grafa bein. En hann fékk kannski svona 5 í einkunn, en þegar hann ætlaði að fara að fljúga þá gekk það ekki heldur eins vel og það hefði gengið áður. Og kanínan, hún ætlaði að gera eins og íkorninn og hlaupa upp tréð, hún gerði það, en endaði alltaf og endaði bara með alvarlega höfuðáverka því hún var búin að detta svo oft á höfuðið. Og hvað er þessi saga að kenna okkur, spyr stundu fermingarbörnin? Og þá bendaði ég á, kannski eigum við ekki að geta allt. Fugl er fyrst og fremst kallaður til að fljúga og gerir það betur en aðrir. Og kanínan, við höfum öll okkar hlutverk. Og okkur er ekki ætlað að kunna allt. Þess vegna erum við samfélag þar sem að þau sem eru góð í ákveðnum hlutum geta gert það. Og það færi ekki vel ef ég ætlaði mér að verða organistinn í Lindakirkju. Því að bara foreldrar mínir vita það vel að verstu bara fjárfesting sem þau gerðu á lífi sínu var að senda mig í píanótíma.
Og bara afi minn var kórstjóri eitthvað og þetta blundaði svolítið í þeim, en það fór ekki vel af því ég hef ekki mikla tónlistagáfu. En annað getur maður reynt að rækta sem að verður manni til blessunar. Og við eigum líka að taka góðar gjafir Guðs og umbreyta þeim í eitthvað gott. Martin Luther King, hann sagði að köllun kristins manns væri stundum að taka gjafir Guðs og benti til dæmis bara á kindur og sagði, kindurnar gefa okkur ull, en meðan að við gerum ekkert með þessar gjafir, þá eru þær bara rollunni til blessunar, en við getum líka þegar hún á nóga ull, þá er einhver sem getur tekið og fer að ríja ullina af, einhver sem að kembir, einhver sem að, ég kann þetta ekki allt, einhver sem að býr til garn, og svo endar blessun á því að einhver prjónar og klæðir viðkomandi eða einhvern í ullapeysu. Þá nær blessunin fullnustu sinni. Þá er verkið fullkomnað, af því að það eru samfélag sem tekur góðar gjafir og breytir þeim til góðs. Og hann sagði, köllun kristins manns getur verið þrennskonar. Númer 1, og það er mikilvægast köllunin, það er hlutverki sem maður hefur í fjölskyldu sinni. Og í fjölskyldunni hefur maður sérstöðu, af því það er engin annar sem kemur í manns stað. Jafnvel þó maður sé í stórum sískinhópi, þá er maður elsta systirinn eða yngsta og maður hefur ólík hlutverk. Og þetta segir stundum líka þegar að gifta fólk, þá segir munið að það er mjög gott að sitja metna í vinnuna en setja hjartað í hjónabandið, af því að í vinnunni getur alltaf einhver leyst þig af, í hjónabandinu á enginn að leysa þig af. Og Lúther sagði, það er í fjölskyldunni sem á að vera með mikilvægasta hlutverkið, síðan sagði hann, svo er það líka úti í þjóðfélaginu og það getur þá verið í vinnu sem maður er í, eða ef maður fær einhver trúnaðarverkefni, maður er í foreldraráði eða maður er í fótboltalegi og hann sagði, þetta eru ólík embætti, þú getur vaknað sama morgun og yfir allan daginn þá ferðu kannski 4-5 embætti. Þú byrjar að vakna bara sem sonur og hefur eitthvað hlutverk innan fjölskyldunar, svo ferðu í skólan eða vinnuna og þar hefur ákveðið hlutverk, svo ferðu á fótboltaæfingu, þá hefur ákveðið hlutverk í fótboltaleginu og svo ferðu kannski og hitti vinina, þá hefur þú líka ákveðið hlutverk í vinahópnum. Og hann sagði bara sama hvar þú ert og hvað þú að gera, reyndu alltaf að hugsa, hvernig get ég verið farvegur fyrir lífið, láta eitthvað gott gerast í kringum mig. Og það eru hlutverk í öllu. Þannig að til dæmis blaðamaður, hann er kallaður til þess að segja sannleikann og segja satt og rétt frá og vera ekki með áróður, heldur reyna að upplýsa og koma með mikilvægar punkta. Stjórnmálamaður er þannig kallaður til að taka peninga sem eru settir í sameiginlega sjóði og útdeila þeim sem best, þannig að það fari sem best fyrir bæjarfélaginu eða þjóðfélaginu sem þú gegnir. Við höfum þannig hlutverk til að láta gott af sér leiða. Og lögreglumaður, hann hefur það hlutverk að vernda borgarana en ekki berja þá. Og okkur ber að reyna að finna hvert okkar hlutverk er. Og kæru fermingabörn, hugsið að þið viti kannski ekkert hvað ætla að verða núna. Þið þurfum heldur ekki ákveða hér og nú. En sama hvað þið gerir í lífinu, hugsiði, ég hef alltaf tækifæri til að láta gott af mér leiða. Í vinahópnum því ég sé að það verið að fara ómaklega eða stríða einhverjum eða leggja í einelti, þá get ég staðið upp og sagt, heyrðu, stoppið hérna. Þetta er ekki rétt, við tölum ekki svona, við komum ekki svona fram við aðra. Eða þegar við sjáum að einhver er einmanna í skólanum að geta boðið, komdu, þú mátt vera með okkur, ég sá að þú varst ekki með sætin eins, það er tiltu þér hjá okkur. Eða í liði að vera einhver sem tekur ekki undir þegar einhver neikvæðni kemur, heldur reynir frekar að lyfta upp. Við höfum ótal tækifæri á hverjum degi til að verða til blessunar. Og það er ræða sem ég hef nokkrum sinnum vitnað í, sem er í svo miklu uppáhaldi mitt, þá var annar Martin Luther, hann heit Martin Luther King og var blökkumannaleiðtogi. Hann er þekktastur fyrir ræðu sína I have a dream, en í ræðu sem heitir Your Life's Blueprint eða grunntekník lífstíns, þá sagði hann og var að tala við unga drengi sem hafði verið í fangelsi en voru komin aftur í skóla og hann sagði við þá, látið engan segja ykkur að þið skiptið ekki máli. Í Guðs augum eru þið óendanlega mikilvægir. Þið hafið allir hlutverk. Ræktið þetta hlutverk og gerið það vel. Og ef þið eru kallaðir til að vera götusóparar, sagði hann,
sópið þá göturnar eins og Michelangelo málaði, eins og Beethoven orti sonnettur og eins og hann sagði eitthvað eitt viðbót, Michelangelo, Beethoven og Shakespeare samdi leikrit. Og svo bætti hann við, því að þegar Guð sjálfur fer framhjá, að þá á hann að hugsa, hér fór góður götusópari. Og svo sagði hann, ef þú ert kallaður til að verða, ef þú ert ekki kallaður til að verða hraðbraut, vertu þá allavega vegaslóði. Og ef þú ert ekki kallaður til að vera sólin, vertu þá allavega mikilvæg stjarna. Sama hvert hlutverk okkar gerum það besta úr því. Það köllun kristins manns, að hugsa á hverjum degi, hvað var mér falið á þessum tímapunkti og hvernig get ég orðið til blessunar. Við skulum taka okkur smá tíma bara, núna á að loka augunum og hugsa aðeins, hvar get ég orðið til blessunar á morgun? Hvaða verkefni á ég að sinna á morgun? Hvernig get ég sinnt þeim þannig að aðrir vaxi og lífið sæki fram? Það köllun kristins manns. Það vilji Guðs með líf okkar að við séum ljós hér í heimi eins og við sungum í upphafi. Við skulum meðan ég labba hérna hugsa aðeins þetta og svo ætla ég að fara með stutta bæn. Guð, þakka þér fyrir fermingabörnin sem að ákveða fræðast þig og fylgja þér. Hjálpa þeim að feta veg sem liggur til lífs og ljós og hjálpar öðrum. En hjálpaðu okkur sem eldri erum líka til að greina hvenær við þurfum að setja mörk, hvenær við þurfum að hrósa, hvenær við þurfum að ávíta eða standa í lappirnar. Hjálpaðu okkur að feta veg kærleikans. Og hjálpa okkur að lesa okkur til og uppbyggjast í þínu orði þannig að við gerum það sem gott Blessa okkur eitt og sérhvert í Jesú nafni. Amen. Sorg ég finn og sál niður dregin, syrtir að og hjartað byrðar ber, þá bið ég þín og hljóðabæn þér sendi, uns birtist þú og dvelur hér hjá mér. Þú styrk mér gafst að standa á fjallsins tindir. Þú styrk mér gafst að ganga úfinn sjó. Styrk ég finn í sterkum örmum þínum. Þú styrk mér gafst til meir en í mér bjó.
færast inn í eilífð far. Þú styrk mér gafst að standa á fjallsins tindar. Þú styrk mér gafst að ganga úfinn sjó. Styrk ég þig í sterkum örmum þínum. Þú styrk mér gafst til meir en í mér bjó. Þú styrk mér gafst að standa á fjallsins tindar. Þú styrk mér gafst að ganga úfinn sjó. Styrk ég þig í sterkum örmum þínum. Þú styrk mér gafst til meir en í mér bjó. Þú styrk mér gafst að standa á fjallsins tindar. Þú styrk mér gafst að ganga úfinn sjó. Styrk ég þig í sterkum örmum þínum. Þú styrk mér gafst til meir en í mér bjó. Þú styrk mér gafst til meir en í mér bjó. Þetta var Katrín Valdís Hjartardóttir sem söng einsöng, en hún keyrir alltaf á Akranesi til að æfa með þessum kór. Takk fyrir það. En kæru fermingarbörn, það sem hún endaði að syngja er svo mikilvæg skilaboð: þú styrk mér gafst til meir en í mér bjó. Og ég sagði áðan í byrjun predikurinnar, þið skiptið óendanlega miklu máli, þið hafið hlutverk, munið að þið eru ekki ein á ferð. Guð getur gefið okkur styrk og gert ennþá meira en við höldum. Og nú ætlum við að sækja í styrk Guðs í gegnum bænina, og hjá okkur í Lindakirkju höfum við það þannig að það er alltaf hægt að standa hérna upp og kveikja á bænakerti eða skrifa niður bænarefni. Ef það er eitthvað sem er í ykkar lífi sem þið hafi áhyggjur af, einhver einstaklingur sem kannski er veikur eða líður illa, eða eitthvað sem er að angra ykkur, skrifið það endilega niður, og það er traustur hópur sem kemur saman á 50. morgnum og biður fyrir þeim bænarefnum sem okkur eru falin. Nú síðan er líka hægt að sitja bara þar sem maður er og biðja frá sæti, en líka kveikja á bænakerti. Mörgum finnst það gott, og þá er hægt að kveikja á bænakertum hérna við endan. En kórinn mun syngja falleg bænavers á meðan, en notum bara bænastundina til að vera í núvitund og varpa áhyggjum okkar til Guðs. Sem þekkir mig
Guð, takk fyrir að við fáum að koma hér saman í kirkju þinni. Takk fyrir að við megum varpa áhyggjum okkar til þín. Á þessari stundu biðjum við sérstaklega fyrir öllum þeim sem að glíma við veikindi og sjúkdóma. Við viljum sérstaklega biðja fyrir einum fermingadreng sem að hefur greinst með krabbamein. Þú þekkir aðstæður, við biðjum þig að vera með læknunum þegar þau ráða sínum ráðum og biðjum þig að blessa hann og að allt gangi vel og fari vel. Við felum þér foreldrans og fjölskyldu. Við biðjum líka fyrir öðrum bænarefnum sem okkur hafa borist. Það er ekki hægt að nefna því öll, en mér langar að nefna ungan mann sem að er á geðdeild og ættingjar hafa áhyggjur af. Viltu blessa hann? Við biðjum þig líka að blessa foreldra og systkini sem að mist hafa hér í Kópavogi. Við biðjum fyrir fjölskyldu Bryndísar Klöru. Við biðjum líka fyrir fjölskyldu unga mannsins sem að dó á Stuðlum. Viltu hjálpa okkur að byggja gott samfélag og viltu hjálpa okkur að ganga á vegi kærleikans og rækja okkar skyldur. Við biðjum líka fyrir kosningunum sem framundan eru. Viltu gefa að við fáum gott fólk til starfa fyrir þjóðin okkar. Vaktu yfir kosningunum og vaktu yfir frambjóðendum og gefðu að kosningarna verði landin okkar til blessunar. Við biðjum líka fyrir stríðshrjáðum löndum og vertu með þeim sem búa við stríðsástand og styrjaldir. Gefðu fleiri friðflytjendur. Svo biðjum við líka fyrir öllu því sem að á hjarta okkar hvílir og leggjum það nú fram fyrir þig í hljóðri bæn. Svo segjum við saman bænina sem Jesús kendi: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þá fer að koma að lokum hjá okkur og langar að benda á það að aðventan er bara á næsta leyti og eftir 2 vikur þá verður ekki messa hérna, þá verður aðventuhátíð kirkjunar og þá mun kór Lindakirkju syngja ásamt barnakórnum og úlingagospelkórnum, svo verða gestir sem tengjast Lindakirkju, söngvarar bæði Diljá sem vann Eurovision sem kemur og syngur, Væp-bræður, Balti eða Baltagull sem var í Vatnsendaskóla og hefur verið að gefa út plötu. Þau verða líka hérna Regína Ósk og Svenni Þór sem oft með okkur í sunnudagsskólanum, þannig að það verður sannarlega öllu tjalda til og það er hægt að kaupa miða á þessa hátíð og fyrir 2.900 krónur á tix.is og hvetjum ykkur til að vera með. Allur ágóði rennur í líknar og uppbyggingastarf hér í Lindakirkju. En ég ætla ekki að auglýsa meira, minn ykkur samt bara á að það er hægt að fylgjast með öll á lindakirkja.is og á Facebook síðun okkar. Og takk líka fyrir þau sem eru búin að fylgjast með í streyminu. Við förum að færa okkur yfir í lokalögin bara, ekki? Lokalagið, Lokalagið, já. Víst að þú ætlar ekki auðlýsa meira, þá ætla ég að fá að gera það. Við verðum að nota tækifæri þegar svona margir eru að segja frá það að kórinn verður líka með tónleika. Já, alló. Guðni bara búin að gleyma því. Ég var bara komin, þetta er 1 viku lengur. 8. þá er, ég gæti sagt það en ég ætla að gefa hér. Nei, eftirlega, það er hérna uppselt kvöldi klukkan 8 en það eru ennþá nokkrir miðar eftir klukkan 5. Þannig ekki missa af þessu. Þetta verður stórkostlegir tónleikar. Edgar Smári verður gestur og stór hljómsveit, kórinn í fantaformi og margir sólistar úr kórnum og þetta verður bara ógleymanleg stund. Þetta verður geggjað, það er svo gaman að vinna hérna þegar alltaf verið að æfa. Þetta á 50-dagskvöldum og svo kórarnir á 3-dagum, barnakórinn og svo úlingagospelkórinn á miðvikudögum. Ég vona á góðu. Allt á tix.is líka. Yes.
Við ætlum að enda með einu stuðlagi til að senda ykkur heim með smá sól og bros í hjarta, þó sé ekki sól úti. Allavega, ekki hlýtt. Áslaug. Takk fyrir Áslaug Helga og við endum alltaf á sömu orðunum. Förum í friði Guðs og þjónum Drottni með gleði. Já, gerum það! Old time religion.